Við erum mætt í kirkjuna á Vopnafirði og ætlum að kynnast séra Þuríði eða Þuru eins og hún oftast kölluð. Þura fædd árið 1989 og yngsti vígði sóknarprestur á landinu. Þura segist ekki hafa verið alin upp í kirkju og þekkti kirkjuna frekar lítið fyrir utan hefðbundnar messur á jólum. Það var aldrei ætlunarverk hennar þegar hún var yngri að verða prestur, þó svo hún hafi vissulega skaftað prestbúning einn öskudag í leikskóla. En hvernig kom það til að þú lendir í guðfræði? Var að fara í fjölmiðlafræði og fer til námsráðgjafa og spyr hana hvað geti gert. Það var svona liðið á önnina og ég geti ekkert stokk inn í eitthvað annað. En hún segir mér, já, það er ekki margt í boði en ég er með einn áfanga sem getur farið í. Það er hebreska og ég alveg bara, hebreska? Okkur ætti ég að fara að læra hebresku. Og veitir henni ekki af hverju hún sagði það en ekki bara einhvern verkfræði áfanga eða eitthvað allt annað sko því mér varst þetta svo út úr kú. En einhverjum vegna sagði ég bara, jú, skráðum bara það. Ég er bara alveg til að pröfa á hvað sem er. Og fer í hebresku og í guðfræðideildinni með einhverjum 15 öðrum og kynnist bara svona deildina, byrja rauninu bara þannig og fer að kynna mér svona guðfræðideildina og sé að það verið að kenna trúarbragðasögu og eitthvað svona sem ég hafði haft áhuga á og ákvað bara, jú, ég fer bara í guðfræði og ég veit ekkert af hverju í rauninni, það var bara svona, ég trúi bara að ég sé bara leidd áfram sko og þetta var bara svona eitt skref í þeirri vegferð sko sem ég bara segi já við einhverju sem ég veit ekkert hvað er. Eftir að Þura kynntist guðfræðinni og kirkjunni og þeim fjölbreytileika sem starfið hefur upp á að bjóða, ákvað hún að læra til prests. En talandi fjölbreytileika, geturðu sagt mér aðeins frá starfinu? Starf prests út á landi og starf prests í höfuðborginni til dæmis er í rauninni mjög ólíkt þó að sé í grunninn það sama. Hérna er þetta svo rosalega fjölbreytt því að ég er bara ein og ég geri allt sjálf, þannig sé sko og maður er með fólki bæði á þessum hamingjuríku stundum, brúðkaupin og skírnirnar og allt þetta barnastarf og öll þessi gleði sem er hérna. Hún gefur mér alveg rosalega mikið að fá að vera með þessum krökkum og bara vera bara eitthvað að leika sér og gera eitthvað skemmtilegt sko. En svo er maður líka með fólki á þessum erfiðu og sorglegu stundum og þannig að þetta er svo rosalega fjölbreytt og sem er í rauninni bara skemmtilegt, finnst mér. Þannig að það er í rauninni eiginlega bara alltaf eitthvað nýtt? Það er í rauninni alltaf eitthvað nýtt og það er engin dagur eins, það er engin vika eins, það er engin mánuður eins. Það hentar mér rosalega vel sko. Fjölbreytileiki, gleði og sorg spila nú stóran þátt í starfi Þuru í gamla heimabænum. En ætli það sé erfitt að gegna þessu stóra hlutverki á heimaslóðum? Maður er náttúrulega að koma heim í allt öðru hlutverki heldur en maður var áður og það er alveg skrítið og það er svona, ég held að fólk hafi aðrir hafi meiri áhyggjur heldur en ég hvernig það er því ég fæ þessa spurningu mjög oft hvort það sé ekki erfitt að vera prestur í sinni heimbyggð. Mér finnst kostirnir í rauninu vera miklu fleiri heldur en gallarnir. Já, annars væri þetta alltaf hægt ef gallarnir væri fleiri. Nei, og bara, mér finnst að ég þekki til, ef eitthvað kemur upp á þá veit ég hvert ég á að leita og mér finnst það mjög mikill kostur að þekkja fólki. En auðvitað á það eftir að vera erfitt, alveg pottitt einhvern tíma þegar eitthvað kemur upp á sem er mér tengt persónulega sko, þá verður það náttúrulega erfiðara. Þura segir viðhorf fólks í heimabyggðinni lítið hafa breyst eftir hún tók við embætti og að margir eigi erfitt með að kalla hana séra Þuríði þar sem hún hefur alltaf verið kölluð Þura. Hún segir suma þó hrökkva í kút ef þau missa út af sér blótsyrðið nálægt henni. En hvað gerir séra Þuríður þegar hún er ekki í vinnunni? Já, á sumrin er ég að reyni að fara að veiða. Já. Ég er mikið veiðikona og á sumrin er ég líka mjög mikið að fylgjast með fótbolta og reyndar að veita líka. Okay. Fylgjast mjög mikið með fótbolta, ég spila samt ekki fótbolta sjálf. Alltaf vilja enginn fá mig í sitt lið. Það er allavega enginn óskað eftir því. Svo erum við með, eftir ég flutti hingað, þá er ég að syngja mikið. Við erum með skemmtifélag sem heldur sýningar 2 ára á ári. Svona bara fólk sem kemur saman og vill gera eitthvað skemmtilegt fyrir samfélagið og heldur sýningar sem mæta 200 manns eða eitthvað, stundum meira. Þannig að núna erum við að fara að vera með sýningu til dæmis og þannig að ég er mikið að æfa fyrir það, syngja og eitthvað svona.
Já, frábært. Svo er ég að prjóna og alls konar. Bara í öllu. Já, ég er mjög mikil félagsverða sko, ég vil hafa mikið að gera. Og svona gaman að vera í alls konar félagsstörfum. En ef snúum okkur aftur af veiðinni, ertu þá í stangveiði eða? Já, flugveiði. Ég sem sagt fór að vinna, hef alltaf komið heim á sumrinu meðan ég er í námi og hef verið að vinna, var alltaf að vinna upp í Hofsá fyrst. Var þar í nokkur ár og fór svo yfir í Selá og er búin að vera svona flakka á milli, þetta eru sömu leigutakar. Og smitaðist alveg algjörlega á þessari veiðidællu þar í þessu umhverfi. En svona mest búin að vera að vinna bara í húsinu, bara elda morgunmat og þjóna og svona. Og hugsa um gestina. Hugsa um gestina. Ef það losnaði pláss í ánni, segir hún sjálf að hún hafi frekast til þess að fá að nýta það og finnst henni fátt betra en að standa í kyrrðinni út í miðri á í ró og næði. Ró og næði, kyrrðin og frelsið eru einmitt þau atriði sem heilluðu Jón Orra, mann Þuru við Vopnafjörð og þurfti hún ekki að beita mikilli sannfæringu til að fá hann til að flytja frá Reykjavík með sér austur á land. Jón Orri hafði áður komið með Þuru á sumrin að spila fótbolta með Einherja en nú þjálfar hann meistaraflokk liðsins. Hvenær fluttuð aftur heim? Svona formlega í nóvember. En þá var ég búin að vera hérna í allt sumar að vinna upp í veiðihúsi og svona. En já, við fluttum hingað inn í nóvember, eða lok nóvember. Þannig að þú tókst við, hvað kallar maður þetta, embætti? Þannig að þú tókst við embættinu í nóvember. Já. Ok. Og náttúrulega kannski svolítið magna hvernig það einhvern veginn gerist að í útskrifast og mánuði seinna er embætti heima auglýst. Þú veist, ég átti aldrei von á því þó ég hef alltaf ætlað heim. Þú veist, en ég átti alls ekki von á því að það myndi gerast strax og flestir þurfa að bíða svolítið eftir embætti sko. En þetta er einhvern veginn bara skrifað í skín og maður bara litur áfram.